Hæ, Ásdís Ósk hjá Húsaskjölu fasteignasölu. Mig langar aðeins að fara yfir 3 týpur af seljendum þegar kemur að því að velja eignina. Það er í fyrsta lagi þolinmóði seljandinn. Hann setur yfirverð eignina og er tilbúinn að lækka hana aðeins ef þarf. Númer 2, áhættufælni seljandinn. Hann setur örlítið hærra verð á eignina til þess að kaupandi geti boðið aðeins undir. Númer 3, ákveðni seljandinn. Hann velur eignina hárrétt eða jafnvel aðeins undir til þess að auka líkurnar á því að fá fleiri kaupendur á borðinu og mögulega yfirverð og fleiri tilboð. Og lykillinn er, hvort sem við erum á seljendamarkaði eða kaupendamarkaði, þá er ákveðni seljandinn yfirleitt líklegastur til að selja hratt og vel og jafnvel á aðeins betra verði en seljandi 1 og 2. Þegar markaðinn er hraður eins og núna, þá vakna oft upp spurningar á kaupenda ef eignin er búin að lengi í sölu. Og lengi þýðir kannski nokkra vikur. Þeir velta fyrir sér, hvers vegna eignin seld, ætli að sé eitthvað að henni. Kaupendur í dag hafa gífurlega mikla verðvitund og þeir nenna hreinlega ekki að skoða eignir sem eru búin að vera lengi á sölu. Þeir vita nákvæmlega hvað er rétt verð á eigninni. Okkar reynsla segir því að það er yfirleitt vænlegasti árangurs að setja hárrétt verð á eignina strax í upphafi, heldur en að bíða eftir rétta kaupandanum sem mögulega kemur aldrei. Ef þú ert með spurningar eða langar að vita meira um fasteignamarkaðinn, heyrðu þá í okkur hjá Húsaskjölu. Hlökkum til að heyra frá þér.